Já, ok. Audio. Já, ég veit ekki. Það er engar setting hérna. Nei, ég held þetta hafi Já, ég er núna bara... verið út af hínu stríminu áðan. Ég Já. er bara býrað upp og það verður ekki í lagi. Já, ég er búinn að rísta þessu núna. Sjálf með að segja mér hvort það sé. Ég veit að það fer að lagga ef ég tappa út, sko, en... Hérna... Mér finnst það að vera alltaf lagi núna. Já, Moisa er að fara í E-Blade næst. Það er náttúrulega bara besta item á móti og E-Blade er bara þann sem er í krónóinu og... Ég veit, já, það er eitthvað pæling, en það er nú kannski ekki alveg svona saveið, svona ideal saveið, kannski mótið þessum snappaðir allt í og fingur og fleira. Ég veit ekki alveg... Vissulega gott líka, hérna, kannski svona alltaf counteplega, eða kombo með egginu, sko, getur alltaf E-Blade að heitur svona lemmi og svona. Alveg bara, jú, cool hugmynd, sko. Kannski er það líka bara til að E-Blade snappin þegar þetta ekki er, sko. Það eru tvö smók hérna. Krónu var Monkinn, gulnar líka út úr þessu, en hann er ekki náttúrulega spil, svo það kemur geistli tilbaka og Monkinn er full HP með double damage. Palli deyr, Krummy charger inn á Krummy, Monkinn niðri, Krummy fær follow-up sann á Krummy og dreipur hann, tveir niðri, bara klukkan sem fór að falla hjá Radiant, Krummy chopper inn, hann er stönnaður og þeir eru hann á turn á hann, þeir dreipa hann, svaka damage frá snappaðir. Kilometri núna inn, finnur stönni, en er ekki meira á Wisp reloading sem er inn í þeirra fórum. Þetta var alveg fallegt líka því að endakallinn kúkiði Lion til að myndi sleppa aðeins lengra og þeir fá killið út af því. Mitt. Þú er að leita. Og ég pröfa að hringja, það er eitthvað ennþá að vera kvartindar hljóðinu. Það er verið að finna Kjúla, hann er sjálfsögur, gott follow-up, Kjúla hann er Kjúla líka, kemur hopp á hann er steindauður, finnst þeirra hann fellur, eins og það er langt forward kannski. Þetta er vel gert hjá Lion bakar hérna, sko. Hann placear ward, sér Kjúla sem er alveg isolated og einhver handið. Mitt. Má ég pröfa að hringja á Steam? Þetta er eitthvað rosa erfitt með það hljóðgræna. Pröfum að slúta bara þessu Discord í bili. Svona, svo. Býðum eftir rönda. Sælir? 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 Úf, þetta hljómar ennþá verð. Hvað sér, hljómar þetta illa? Já, þetta er eitthvað ríkulegt. Já, ég heyri brest í mækinu með þér líka og eitthvað. Já, þetta er örgulega ennþá vera. Ég ætla bara að pröfa að rístáta Discord og hérna. Svo það að laga þetta eitthvað. Ég ætla að slúta bara kólinu hvis það er eitthvað ekko í mér. Já. Góða mid. Og dreipa virka. Discord. Ráða eitthvað inn á textport. Streaming. Chromium er að byggja Echo Saber líka, það er þá hvað þriðja Echo Saber í þessum leik. Og já, ekki komið DSO. Svona. Halló, halló. Halló, halló. Það hljómaði betur í mínum erum, við sjáum hversu lengi þetta dugir. Annars bara hringið í símanum og ég setja hann uppi hérna mækinn bara. Við glemdum allavega að minnast á það að það er ekkert BKB á Krummy, hann fór í DSO. Mitt já. Síðan kjúaði hann upp Lincolns, hann er bara að kjúa BKB upp á ný. Já, hann er eitthvað að pæla í þessu fram á aftur.
Ég, sko, Ég reyna á Lion Heck. Já, en þetta er náttúrulega mikið af disable sem hann er að díla við, en hann er að ná, þú veist, hann er að fá ágætis bakku frá, þú veist, Phoenix Sunrun er algjörlega reddanum, allavega hann í Chrono þar, sko. Og hann náttúrulega er að gera rosalega mikið damage, bara með stunnisinu og öllu, sko, með þessum DS og er alveg að fara að fá þetta bygg og business með fyrir næsta fight. Já, og meðan að önnur item það er bara að koma SNY og Void. Jó er að fara beint í Daedalus. Já, akkurat. Ég er svona, já, það var gamla bildið á fyrir Akarim sem það var náttúrulega nörfa í döðlur, þannig að ég held að það er kannski ekkert svona eitt standard bild á þessum mitt snapp líkur. Nei, en alltaf level 25 þá verður hann náttúrulega styrlaður. Í mitt, þannig að ég heppa í það. Powerspike 20.000. Í mitt. Það er eitthvað smá grúpa mín á topp, þeir eru smókaði radiant fyrir aftan Palla. Drömmi mætir hérna inn, sér það alla, droppar allinu, stannar Palla, en hann er að hoppa út, hann fær heal frá Sunrunum, er að tanka slatt á spells, en hann er að komast, hann kemst ekki um allt þetta. Palli mætir inn og er algjörlega tekinn af Drepra. Þessu stoppar endurkallinn, það er að vera að komboða vel inn á dagir, Monkey fellur reyndar, en fjórir hérna í staðinn. Einnig konum mínu sem liðir. Já, sem er búinn að kaupa sér ekkert tippur. Einmitt. Það hérna, já ok, ég meina þetta er dagir í hag, ég held kannski að hérna já, Drömmi kannski aðeins að býta sig handabaki að vera svo sem er alltaf að initiata en hérna en enga sér þá er þetta hann er að liða hans að fá mikið fyrir þetta. Já, sko ekki hann er alltaf að initiata en hann er að fá rosalega gott bakku. Einmitt. Takka eiginum snapp allt í fingur og já, núna eitthvað drastisk það er mjög samröng. Já. Það er mjög næs. Og Kulli er komið Shardin og Actisaber og hann er bara mjög easy. Það er eitthvað góðið á það. Stein. En samt þetta koma og Drömmin er að stoppa þetta. Setur stönn, á það að byrja að lemja á. Þetta er einn, jú, Steikir deyr á dagir. 4 Product Death. Það er alltaf fuglinn. Palli er einn inn í Woods. Það er eitthvað borðast á en Monkey kemst til hans, nær að hoppa aftur á hann líklega. Það er stengdur. Góð tæmur til það. Já. Palli, nei hérna, þetta Lífi, eitthvað, ekki finnur hann. Hvað kom fyrir endakallina? Veist, ég veit að Drömmi óði, hann er þá að krónuði eða búið, sko. Já, hann lendi bara í, Monkeyin bara sólaði neila sinns mér, þetta var... Já, það var ekkert damage. Það var ekkert damage á þeim í krónuði. Já, það var eiginlega bara eitthvað stönn. Og hann líka bara, ég held að ég get ekki dripið Tiny, sko, hann er alveg með 30 armor og hann sé 3000 líf. Og Drömmi mitt, hann testaður, átjans, en charger bara Moisu og þeir. Þeir eru stöðlag, heldur betur sig hérna, það er menn. Og þetta eru svona nice combo spilun sko hjá þeim, ég er mjög mikið að fíla hvað þeir eru að gera hérna. Það er komin Akanims á Moisu. Það er meira guts, þeir eru allir mættir hérna, þeir eru bara að stæfa, ná endakallinu, vilja bíti líka og borta þessi sinn. Þetta er bara að taka hvað sem við vilja hérna. Sko, þeir eru eiginlega ekkert dependent á kúta. Þeir eru alveg saman sko að fæta án kúta. Og ég minna þarna taka þeir fæta, þeir nota ekki
þeir nota ekki Monkey King úti. Þeir eru bara með burst og það er bara, þeir eru ógeðslegt lið til að fæta inn í. Talan ekki þegar Phoenix hýlar alltaf upp. Já, Þannig sem verða góðar. Þeir eru alveg key dæmið og þeir eru að spila þetta alveg hárrétt, sko. On paper, ég meina þeir eru með hluti, þeir eru klára með hluti til að díla við á, skilur, on paper, þeir eru með fullt af stönnum, snappfæri móti egginu og Radiant's courier is with us no more. Dire's top tower is under attack. It fights for its þetta er náttúrulega líka svolítið kannski erfitt þegar þú þarf að hlaupa inn í, sko, með þessar þrjá heila með snappfæri að hlaupa inn í Monkey, Jakiro, Flock, Dust, sko. Já, og bara, það er svo mikill fæt í þessum hetjum í Dire-lænum. En reyndar Radiant líka, það er bara verið að keyra yfir það. Já, heldur betur. Og það er einmitt þetta sem við talaðum, það er low cooldown fætið. Það er eiginlega bara eggið og húkinn eru að mestu hérna stærstu buildin þar sem hafa eitthvað sem þið eru eitthvað að bíða sér. Chromium mætir á botlinni en það er ekki að vera skamlíkt push þar. Það er eiginlega bara engin staðir fyrir það að fara eins og þeir geta gangað bara allstaðar. bottom tower is under attack. En það er möguleiki á eitthvað hérna Radiant's eitthvað bottom svona tower kompæki is með fading fast. Chrono kombo, sko. Já, Bottom tower en það þarf að stoppa í play Dire meginn til þess að það gerir þetta. Vissulega. En hérna, economy er svo mikið það out of hand, sko. Þeir eru með alveg items. Þeir þurfa bara að ná eitthvað svona fusion. bottom tower has fallen. Sjá þetta, æði. Bara allir fór inn og það er En Moisa var tilbúinn. Hendur það. Fram ég bara keyrir inn með eitthvað byrjum, það er ekkert saman. Þannig að rækinu og þetta er búið. Mjög convincing game on hjá morgunfunum. Barracks are under attack. Þeir spila þetta leik alveg ótrúlega vel. Heldur betur, þetta er nú eiginlega bara, já, ég verð að segja, þetta er nú eiginlega bara svona eitt mest svona clean aggro execution sem við erum búin að sjá hjá bara enni tím, sko, svo farið í þessu móti. Já. Vel gert hjá morðgufunum. Mjög vel gert. En núna ætla ég að bjóða þér í lobby sem þú ert að biðja mig mitt. Ekki að gleyma þessu tvisvar. Svona 3 monsters. Ég ætla að segja mér vatn. Já, gera það. Ég ætla aðeins að hérna mjúta okkur á meðan að þetta er að byrja. Við bara hendum í smá jazz og komum eftir þegar dráttið byrjar. Til að fá munsa smá. Ég er back. Búin að ná að borða. Helgi, er stríðið brókið?
Jæja. Þetta hófst. Jæja, góð gestir. Morgunfóttir eru ready. Já, þú ert komin í slott. Góða. Mukbang lokið. Radiant team ban. Jæja, og hvað hérna, já. Ég held að komi engin bönn út úr þessu. Dire team ban. Nei, Ekki fyrir síðasta leik, sko. Radiant team ban. Dire team ban. Þetta var á stöðumubönn. það var nú eitthvað væfinn bara inn á hann. Radiant team. Nei. Klukkan út. Káum Ég við sjá. veit. Sár hlægir núna, sko. Hann byrjar að voice þarna. Já, einmitt. Lose together, win together, slay together, slay together, slay together. You have 10 seconds Ekkoið left. hans má ekkert við þessu. Úps, You have 5 þetta er seconds með left. hörspug. Sorry. Já, það er smá var- skipur. Já, það var my real. Remake þetta real quick. Já. Já, auðvitað pick sem hún sett. Starting thing þetta er svona. Ég þarf lobby invite, ég er líka... Já, einmitt. Dire team Já, ban. það er eitt Samson bendi á eitt hérna áhugavert með þessi first buns að nú er búið að banna bounty hunter í 3 senstu leikunum sem að Hálið spilaði. Ég man ekki hvort þið bönnuð hann í senstu leikunum, hann var alltaf bannaður í senstu 2 þannig að Er það Palli Bounty Hunter? Nei, það er nefnilega sko, hérna, þeir spilaðu á móti mér sko í gær, eða var það fyrir dag. Hérna, Radiant team ban. Curry Bounty. Thanks, guys. Thanks a lot. Já, á Palla þá, veistu það? Nei, á sko Chromium. Já, ok. En það, ég veit ekki sko, kannski, hann var búinn að spila þetta eitthvað Chromium sko í pub, en það getur verið að við vorum með ringar sem fyrir að spila Rikki, þannig að það getur verið að það hefur verið eitthvað situational dæmi sko, maður veit það ekki. Keeper of the light. Það er fyrst með Koddle. Koddle of Light, þeir eru búin að byggja sér nokkrum sinnum, en fyrir að ná að setja mitt til að byrja með, en það var ekki kannski, eða það var, já, það gekk nú ekki alveg nógu vel í þeim. Svo spiluðu það er- bara á supportinum og það gekk aðeins betur. Instant counterpick. Já, einmitt. Nixon er búin að vera, þetta er búin að vera hugmynd sem er nokkur sem búin að koma upp. Notabene You tók have 5 seconds Ingan hann left. mitt einu sinni, það var skemmtilegt að sjá. Nick Smith þá. Það var einmitt á móti Koddle mitt þegar það var ennþá busted. Það er eins búið að Froskurinn tók það eins niður. Já, var það. Ég var ekki alveg búinn að lesa passnótin. Já, hann nerfaði þetta svona tólsveit.
Ég tjekkaði bara hvort hann daginn hefði verið nerfaður og sá hann var ekki nerfaður og ég veit ég kemst upp í Ancient núna. Já, ok, já. Dire team pick. Það er Phoenix aftur. Þetta er algjört comfort zone dæmi fyrir hann Bigg okkar, sko. Og var mjög stór þáttur í seinasta leik, sko. Og voru Sunray, sko. Þeir voru algjörlega klöts. Ef við veljum MVP fyrir síðasta leik þá er það Phoenix. Já, er það ekki? Alveg klárt mál, sko. You have 5 seconds Ah, left. Ekki Combo þetta flassi breakerinn. endilega, sko, en... Nei, en það var combo breakið í. Dire team Á með góð egg. Ég heldur þeir var aldrei drepið egg til dæmis. Já, einmitt. team ban. Og þessi Sunday, hann alveg reddaði náttúrulega trömmi, sko. Einmitt. Herðu, þarna erum við að tala saman. Úkurinn. Hver ætlar að reyna að fylla í stóru sko? Radiant team. Icefog búinn að gera garðinn frægan hérna í nokkrum leikjum núna og Dire team ban. þessari blessuð hetju. Það er, já, second phase bönnin eru frekar carry oriented. Það er hérna Morgufinn að taka út Klinks og Sniper. Meðan að Hafliði tekur út hérna PL og You Monkey have King. 10 seconds left. Já, Sniper, You have endakattin 5 hefur ekki seconds left. tapað á Sniperinn. Já, einmitt, hann er, já, vill pikka þessu hetju og hann getur. Og þetta er alveg óþolandi hitt til að díla við og hérna, og náttúrulega, já, líka bara gott á móti móti egginu. Nixin Já. getur oft erfitt með að gafklósa mótunum og það er algjört óþarf að hleypa mannum á þennan dverg, sko. Herru, sá ég samt rétt á henni, ég glemt að spyrja þig, var Icefog að spila Thriss? Já, það er rétt. Og þegar ég kíkti á streymið þá var hann bara top network, Radiant þá og eitthvað, þetta var bara... Já, einmitt, þeir switchuðu sko positionum sínum aðeins. Þeir hérna, Robert var reyndar að spila safe lane, hann tók Void spirit safe lane og Ill var að spila mid invoker og Icefog tók hérna offlane Sun King og var alveg að standa sig mjög vel, sko. You have 10 gaman seconds að- Já, left. hann hafði ekki alveg að klósa út leiknum. Nei, já, ég sá svolítið á honum og þetta var pínu erfitt þarna í lokinn. Já, einmitt. Það er Spectre bara. Radiant team Einmitt, pick. já. Trummy er náttúrulega, svolítið, hann er versatile player, hann getur annarkvort tekið eitthvað svona monkey í þessu sönsta leik sem bara leiðir sitt og fyrir einhvern veginn hoppa fyrst inn og svona og eða hérna farið í svona meira late game stuff, sko. You have 10 seconds left. Þetta er allt í hans hjólhýsi. You have 5 Það er seconds að left. segja hjólhýsi. Stundum svolítið fyndið að maður er að þýða svona. Legion Commander 1, ég minna að Palli og endakattin spila báðir. Einmitt. Þeir eru búin að pikka þessa heiti alveg nokkuð oft og fíla greinlega svona að spila í kringum hana. Það er náttúrulega gott svona, þú veist, það sem hefur verið að gera góða lukku svona í þessu móti eru svolítið heitjur sem að hérna benefita frá þessu brawli því það endar alltaf í, þú veist, að flesti leikinir enda í einhverju rosalegum fighting og fullt af kills einhvern veginn, sko. Þannig að svona þessi silencerar og legionar og svona græða talsveit á því, sko. Lose Já. You together, have win together, 10 slay seconds Þarna left. náttúrulega erum við komnið með win together, offlaneið win together, slay together. og þá væntanlega 5 Nix, því ég er ekki alveg nógu hrifinn af því. Þarna Einmitt, já. kemur bankið til baðstund Já, og þarna er hann. og mótið 10, það er áhugaður. Já, hvernig hérna, er ekki Treant frekar góður í að sóna hann út? Nei, ég meina bara aðeins setjum í leikinn og þá er 300 You pakkaður. have 10 seconds einmitt. Maður left. vissi henni að það var að sleppa í trjánum og eitthvað. You have Það 5 hjálpar seconds þeim left. aðeins að svona finna hann. En En þetta getur nú verið líka hérna, getur við ekki verið að tala um sko Nix Treant lane. Hann spilaði hann að 5 með hann að Phoenix á hann. jú, það er rétt. Mér líst aðeins betur á það. Já, Jú, jú. einmitt.
þannig ekki með dróin sem að You og have það 10 seconds bendur nú til left. þess að þetta verði þetta verði You have aftur 5 sömu ról seconds sko, left. Palli takir dróin og Chromium á offline offline bountyrum. Já. Hvernig líst þér á þetta, þessi 4 pick frá Hafliðinu svo far? Þeir eru ekki með teamfight. Nei, það var einmitt það sem ég var að hugsa. Ég var að horfa á þetta núna bara. Þeir eru ekki með mikið á svona sterkum abilities, það verður að segjast. Ég veit ekki hvaða midlane er sko. Nei, það geta það ekki. Ég get ekki flexað þessum keeper bara mitt og komið með eitthvað sick teamfight offlaner. En það veit ekki hvort að endakastin hefur eitthvað spilað kort á mitt. En því þú segir þá búið að nörfa það, jú, þannig að... Já, og hann spilaði þetta ekki ég held að hann hafi ekki mikið verið að pikka það sko. Það er Bloodseekerinn og þetta er Trummy heiti held ég. Þetta er heiti sem að getur hlupið á þá, getur svona spilað svolítið flex carry en Já. en er líka virkilega sterkur leikið með farm sko. You have 10 Já, seconds og left. spilar bara inn í það að þeir eru ekki með teamfight. You have 5 Teamfight seconds left. og Bloodseeker er að hlaupið því það er erfitt. Einmitt, það er ansi lítið til að kontróla þessum Seeker sko. Það er ekki nema bara Axe og Koppi. Þeir eru ekki voru að fá það á næstum. Einmitt. Já, ég verði að vera saman þessu, þetta er svona ansi, já, þetta er svona aðeins þéttara line-up hjá Radiant eins og staðan er núna. Mér finnst að ég er að drafta þess að alveg út í hótt, sko. Ég gætu reyndar ennþá redda þessu, þeir fá að pika Radiant línunni. team ban. En ef að Radiant lítur að banna línu. Já, einmitt. Já, það var kannski eitthvað list fyrir að taka eitthvað svona, einmitt, mid-aggressive svona tempo control, eins og maður tala um. Já, og góður á móti ekkinu. Já, You einmitt. have 10 seconds Ég left. vantar svolítið eitthvað heitu sem að kannski spila svolítið með bounty og You svona have 5 stjórna seconds leiknum. left. Já, það þarf einhver að drepa með bótti. Einmitt, einhverju heitir til að fá Radiant til að, sem lætur Radiant Dire reakta, team ban. sem þurfa að vera eldast við að counterplaya. Og þeir taka út Kvoppin sem er vissulega svona einhvers konar þannig hetja. Þú veist, ég náttúrulega vill bara sjá Gumma spila línu sko, en ég held að það er einhverjar hérna. Það er eitt annað samt sem að Dire team pick. Dire á Radiant á lastbi Já, og Kjúli er mikill línuspilari sjálfur, einmitt, mjög já. mikill. Að hann er kannski bara með hugmynd, bara hvernig hann ætlar að díla við Gjó ef hann pikkar línuna. Einmitt, já. En ég meina, er eitthvað svo mörgul match You sem have eru 10 seconds left. Nei, ég þekki það ekki. Niður, sko. Þú veist, You þú have getur 5 hérna seconds hvaða left. hetjust meir og Gummi kveikir í með mitt, sko. Þú veist, þannig að það er að segja í línumattsöpun allavega. Já, hann kveikir nú bara í mér á einu deg, sko. Storm og Puck bannaðir. Það væri eflust fínt fyrir það að hafa eitthvað svona, eitthvað jump in hittu. Ég hugsa að Radiant reyni að pikka tempar og þessu. Mitt, já. Já, það myndi svona ránda, já, það gefið þeim svona eitthvað building hitter, eitthvað til bara rós. Já, Og, það er bara já, komin hit sem það ná. Þú veist örgulega í top 3 most played til Kjúla. einmitt. Og refraction er mjög gott í þessum leik, það er ekki mikið til að breyka. Radiant team pick. Tidehunter. Ok, Og núna pikkaði bara TA og hann lappar yfir. Nei. Ha, já, er þetta kostur mitt? ja, það er góð spurning. En ef þetta er kotl mitt, þá þarf þetta að You vera have 10 eitthvað seconds support left. bounty eða support tight. Ég held að þetta sé verið eitthvað tight mitt, er það ekki bara? You have 5 seconds left. Getur hann þetta verið tight mid?
Alltaf leysir ímis vandamál, sko. Getur verið tæt safe lane drámið. Já, það var eitthvað. Hvernig finnst þetta tætbygg in general? Satofín lasbyggur kjóla. Þeir koma samt með það sem það er. Já, Þetta er drámið, þetta er tæt safe. mitt pallir á tætinum. Við vorum- Tæt við offline vorum að- líklega. Já, þú ert að segja að Chromie myndi vilja spila Bounty Save. Alveg rétt. Ég held við það út frá kölluðum þessu, sko. Hvað segirðu? Við kölluðum eftir teamfight, við fengum Já. teamfight. Heldur betur á báðum hliðum, sko. Þetta er náttúrulega bara þægilegt lane fyrir kjúla, hann reysa bara á Pet Jungle og endakallinn snertir hann aldrei. Með. Akkurat, frekar frýtlegin fyrir S7 og hérna, já, dróði bara að fara að vera stökk á það að díla við creepussin. Þetta er alveg ríkalegt sett, maður. En þú veist, þetta er sama leiti frýtt lane fyrir dráin, hann fær bara að fara. Það er vissulega meira potential fyrir eitthvað rotation frá Phoenixunum eða Nyx myndi ég segja, sko, á dróin. Já. Og það sem er gott náttúrulega við S7 í þessum matchupi held ég er að hann getur, þú veist, hann er með miklu meira, hann getur pussað leininu miklu auðvöldar inn. Og ef þú hefur, þú veist, ef þú ert með það, þú veist, ef þú hérna, ef hinn hitjan er ekki að díla við pussið, þá, þú veist, þá er þetta að skapa space fyrir þig til að fara að taka stacks, svara controller runes og ganga hinlegin inn eða bara, þú veist, hvað sem er. Já, Eða það sem ég var að meina var bara endakallinn farmar öll creepin í mitt. Það er frá nokkuð gefið. En Shadowfiend farmar öll creepin í mitt og jungle. Þannig að þú veist, Shadowfiend fær alltaf meira en endakallinn fær sitt. Ég held að það stílist bara þannig. Já, einmitt. Algjörlega. Já, jú, það er bara, hérna, bara mjög líklegt, sko. Og þú veist, báðir bara sáttir. Einmitt. Það er hérna, Kjúlbrún spila eitt leik á S7-um svo far. Sem láner, já. Já, sem lánir akkurat, já. Og það, hann átti góðan og slæman leik. Hann átti mjög góðan early game, en náði ekki alveg að translata það í eitthvað mid-game lead. Já. Hann vill En vera... og hann samt sem áður var level 7 þegar hinn mitti var level 4 og þrís var þá einhver. Einmitt. Hann hafði ekki séð sem til að fatta við. Sem var einmitt endakallinn að spila Silencer. Já, alveg rétt. Þannig að hann er líklega að fá bara PTSD að senast að vera að leina á móti sem kjúla SF, sko. Já, en síðan fengum við endakallinn í stutt viðtali eftir leikinn og honum leið aldrei þannig sér illa því að þetta var svo stuttur tími sem hann var að tapa. Já, einmitt, já, var það málið. Veist, Það var samt rosalegt, sko. Ég held að hann hefði nú getað púsað þessu lítið meira, sko. Þetta er kjúlinn. Já. Seconds to battle. Það er mér þessum að Krömmi skammaði hann eftir leik fyrir að hafa ekki púsað lítið aðeins meira. Já, Það er spurning hvað hann gerir núna. Nú var hann með Krömmi í eyrunum á sér. einmitt. Og Trummi er nú búin duglegur að segja leinu sinni til. Það er bara merki góðs skaptinn, sko. Dr. Death er í vesinni. Já, og það er... Nei. Taka Karabas er reitt, nær ekki að reflekta sem mér. Ná, hátt í hennu. Þetta er... Biggie, Jenny, Attacking Chrome. Trummi er að dokka mjög lófina. Þeir tóku Gossið og Ignite'ið. Það vantar bara nokkur hits í viðbót. Dr. Death nær sem Nei, þetta var autoattack. Og gott first blood hérna. Þeir eru þrýra botlinni Dr. Death fyrir að dæfa turnin á Kotrol sem er nú eitthvað ansi djörfug mynd. Já. Rökulega hendur þeir að slítinu sínu. Já, Death Hann var mest aftótt. Radiant's bottom tower is First under blood, attack. þá TPR B hýsir bara aftur top.
Og það er, hérna, já, ég kynni kannski fljótt í leikminna, Króminn spila Kari Bounty hérna, Beefy á 5 ákveðra móti Moise og 3 sem er þristur og Biggi Láner spila Phoenix á fjarkanum núna. Myndinu Kjúli SF á móti endaglunum Dró og botinu Dr. Death á fjarka Kottar með Palla Tide 3 position og á móti Trummy sem er bara Bloodseeker og Bjarka eða Jellyfish sem er að supporta hann á Nyx. Já, við fengum sem sagt 5 Nyx sem við vorum ekki alveg nógu fyrir það. Já, einmitt. En hann nú með Bjarka sko, hann er frekar svona dynamic support einhvern veginn, hann getur látið ýmislegt virka sko, er oft með mjög svona sniðar hugmyndir hvernig er, já, svona varandi bara laning og movement in general. Þannig að ég held að það sé alveg svona upp hans, já, einhvern veginn, ég held að það sé aftur upp hins wheelhouse, en ég held að það sé alveg í hans einhvern veginn hérna. Nei, endakallinn er að deyja. Býtu nú við, já, hann snakkar Ég man 2 að races. Ekki ideal byrjun fyrir hann, en er samt að vinna í CS. Kjúli er Monika Spotthól. Já, ekki gerist enn. Topplinnu Moise er kominn með hringinn sinn. Krónum er að fara að ná einhverlega bara þessu goldstíli hvernig sem hann vill á hann. Það mun samt kostar svolítið, sko. Já. Við Ég höfum ekki gert. er með næstu 100 base damage á level 2. Topplinni er svona, já, þetta er svolítið sterkt lanekombo hjá Dægir. Þeir eru með þetta, hérna, þeir eru með þetta náttúrulega mana dæmi sem að reduce cooldown og getur Já. Þú er eiga séns á við Gus inn í Blast, sko. einmitt. Og Palli strax kominn einhver held, þannig að hann er bara eiga ná af öllu hérna, en náttúrulega málið með Bloodseeker er að hann er carry sem að sustainar rosalega vel á linnu og ef nefnum þú sért bara basically með kill threat á hann, þá er hann venjulega að fara að ná að heala svona flest allt ras bara af sér. Þannig að þetta er svona, já, nokkuð myndi ég segja fínt matchup til að díla við eitthvað svona spam-fókið sko. Því það er, já, það er eitthvað erfitt fyrir Dægir að 13 einhverju kill á hann í rauninni. Já. Ég er aðeins að fylgjast með mitt svona nitpicking, þannig Já. við. Ok, gott þeirra. Handakallinn er aðeins yfir í XP. Já. En hann er sko nokkur CS yfir. Það, já, það er nú bara til að sýnt fyrir hann og hann fær þetta Og hann er misjón á mitt til þess að sækja Waterrune. Þannig að SF fær ekki rún. einmitt, já, það er nú eiginlega einna helsta svona problemi kannski, er að það fær ekki þessi bottle charge á þér. Handakallinn er bara að byrja að rasa baka, en Gerir þetta allan leikinn sko. Ég er það einhver reis og hérna frá lemja. já, og það er bara að ferja einhver salva hérna til sín, komið boots núna, gera hann aðeins auðvöldra fyrir að spila kringum þessi races. Frekar svona quiet laning stage, það er enginn búinn að falla ennþá. I'm really freaking out. Radiant er með, já, Trummy er hæstur en annars eru Dægir með 3 efstu fyrir ofan neðan hann. Já, helst það svona er það SF-in sem manni, sem er kannski ekki að ná eins góðu lane stage og ég bjósti við sko. Nei, það særði hann rosalega að fá að geta rún. Já, einmitt, já. Og til að kalla það að BB, hann eiginlega vann mitt þarna mögulega sko. Já, akkurat. Þetta er náttúrulega gott impact move sko, þetta er næja rúnina mútið setjum sem er svona mikið dependent á rúnið. Sjáðu vartana í þessum leik og Dægir. Þeir eru með vart á báðum rúnum. Einmitt, já. Nei. Annar er nút Og þannig að þetta er... Nei, já, ég hélt að Gummi hefði freysað nýja vartina.
En það kemur ekki á óvart ef hún gerir það. Já, einmitt, hann er komið nýjan vart, akkurat. Það er mjög vel vel að, þetta er bara mjög svona korrekt, þú veist, þeir eru búin að, þeir eru svona hafa greint þetta gæti verið mesta problem lane, þeir dróða á móti SF og eru svona taka, finnst mér gott, gera góð moves til að adressa það, sko. Þannig að... Já. Hafliðið eru saman á Ground Zero. Einmitt, já. Það er aðeins verið að æsa í munnum og í oldsetinu. En þetta heldur áfram. S-in þarf að bakka. Hvað segir ég? Jelly mætti til að hyrða smá XP. Já, einmitt. S-in þarf að bakka allavega á Battle Sergeant sem er ákveðin ósigur fyrir hann. Meðan er andagilega búinn að hitta level 6. Jelly Carapace er eitt að taka af sér. Og ég er væntanlega að fara þessu verðin að fara að botla hann upp. Já, lít. Placing new ward. Já, einmitt. En á toppinu þá var þetta dæfa og já, hann drepur hann. Moise er hérna einn eftir. Hann er jögur og er bara heal og Romy bara að taka waveið og deyr. Æjæjæjæj. Það er ekki mjög tilbaka. Og nú kemur Bjarkinn og það er að elda áfram og það koma rótir og þeir þurfa bara eitt jöfnvöld. Já, bara vel spilað, þetta er hérna... Og meðan á botninunni er frammi að fulli að palla. Mitt, já. Hann alltaf fær Radiant's middle tower is under attack. It will fall like a ripe apple. Þetta er nýtt Enda þetta tælir meira hett. Já, hérna, það er aðeins byrjað að heyrast eitthvað illa í þér. Ég er spáð hvort það sé eitthvað Discord problem með það. Þetta gæti líka verið að mækinn færðist aðeins. Einmitt, já, þarna kemur þetta betur. En þeir dreipa Chromium aftur. Þeir byggðu allir þrýr eftir uppi og fá aftur toppmúlkinn. Þetta er gott play. Þetta er mental warfare play. Já, og þetta geta þeir gert og þeir þurfa ekki að passa á Chromi. Einmitt, hann er algjörlega svolítið hann á botnum og eiginlega ekkert sem er fyrir eftir hann. Það er engin mitt-hitja sem er engin tæni á hann eða... Hemsta hittan er bara ef að Chromium fyrir að mæta bort og lemja hann, og það gerir fyrir ekkert eftirlega mikið heldur. Nei. Ég myndi vilja sjá núna, myndi ég vilja sjá Chromi kíkja upp og röptjöra ágjöðinu. Bara nail in the coffin. En hérna, alltaf plusinu hérna þessu bondi ef það eru nokkru fættar sem að fara þeim í hag þá... Já, hérna fær hann tag. Þannig var hann trak og eitthvað killir þetta enn. Það var 1 kill og síðan tags. Þurftin er farin. Þannig að hann svona, þetta er ágætt stað fyrir núna, nú fara hann ykkur, hvað, 5 reynskrip hérna undir T2-urinnum og það er eiginlega ekkert hægt að pressa hann sko eins og það sem hann stendur núna. En Turtle fór áður en að Moisa fekk Mýmhammerinn til lifur. Já, einmitt, það er alls ekki góður leikur fyrir Steppi farin að fara super snemma í rúm, en... Já, hann fekk heis. Heppinn með rúnið. Til að hafa þetta eða innviss. Hann er að kjúa upp Júlsinn bara mega sens. Það er bara basic. En núna kemur tímapunkturinn þar sem þið geta kannski verið að nota teamfightinn. Það er að segja Radiant line-upið. Júli fær út núna eftir bara 1/4 leveli. Það er ekki ennþá búið að röpsjöra í þessum leik. Það er spurning hvort að þeir fara að reyna að forsa eitthvað fleiri turna. Það er góð hérna með til að finna Chromium. Sjálfstöðurinn er trippulaus á Oku sem drefur hann. Chromium góð inn tilbaka, hann er þá rosalega krytti á Jelly og fær track kill, þannig að hann er sáttið með það.
Það gæti multishottaði líka þarna, þetta var Þarna einn alveg fyrir bara- einn favor alltaf banki. Það er bara Hvað segirðu? support fyrir support, minn þetta favor alltaf banki. Já, algjörlega. Ég finna tríðið sem er komin inn í træjum en kjúlinni mætti tilbaka. Það er að drepa dróin, það kemur Ravage sem drepur tríið. Kjúlinni er báðið mætti. Við erum átt að gera. Sentarinn hjálpar Dæraðins, stunnar SS sem reynir alltaf. Trummi hleypur niður Kotturlinn. Það er búin að treyða Dró og Kottur fyrir Trummi. Nei, fyrir Moisa. Og þeir eru búin að gefa upp stakkinn sinn. Ég veit ekkert hver fekk hann stakk, ég bara minnst algjörlega sjónur af því en Nei, bara það er stakkaður einsindar. einmitt já, það var einhver stórleika Shall encroach no big more. camp en hérna, já, þetta er alveg rétt hjá þér. Dyer's Það middle rættir tower með is under trólegur attack. sem triangle en það er ætla að reyna að lesta Tower is dáttur under sko aðeim. attack. Berki stunnar endakarlinn og fer sinni innvis, Chromium mættur, hann byrjar að trakka en þeir sjá ekki His Bjark shell eins og er. encroach no more. Dyer's middle tower is under attack. Og þeir komast aftur inn og fyrir að fanna starkinn, spurning hvort það sé eitthvað en veit frá Radiant en þeir eru svona ekki að Dyer's hugsa middle um og veist tower ekki is hvað topp learning to fear. Ég getur stakk bara óðurlega á milli fyrir Palli og Endagata. Já, bara farlegt. Ég er smá worried varðandi þessu Dró, hvernig hann ætlar að díla við hvernig hann þarf að vera með eitthvað mjög góð position í teamfight sem hann ætlar að lifa þau af. Það er Rupture að palla, það er quest á sig en hann ætti nú að geta að drepa hann, það er smá smegur að hlaupa hann upp. Hérna er hann einn, Nix er þarna nálagt. Nei, Trálka eru búin með Spike Starfish. Drepar hann Og þetta var Dyer's top tower is 500 í gold chains. It fights for its life. Þetta var kill á neutrals með því eða? Nei, bara fætina væntanlega. Dyer's top Ég held sem bara tower þessi. is feeling its mortality. Það er þetta Dyer have fortified their grove. getur farið ansi rætt ef maður byrjar að blíða kills. Þetta er svona svipið bæling og líturinn náttúrulega. Fram í þessu. Já, en hann er ansi mikið meira tankið heldur en Bjarki sem tipja inn. Ég er að fá eitthvað smá híl og hann Radiant's bottom tower is under attack. manabörni, þeir eru margir hérna. Það er alveg að koma. Hann er bakka. Svo nú er tríið að vinna vinnurna sína, sko. Dyer's middle Hún er tower komin is í under topp og attack. er bara að setja mínum en Kremur finnur hann. Byrjar að kötta tríðin Radiant's aftur bottom hann. tower is under attack. There is little Ríó damage er to mættur Dyer's líka og þeir ná hann niður It fights for með its life. multisatri. Og það er Já. spöldætt á Chrome. Dyer's middle tower is under Já, attack. einmitt, þetta er saman hann fór í senasta leik. Ég held að Bildæðin sér Axe, Drums Axe Dyer's bara. middle tower has been uprooted. Hann er reyndar að fara í aðra vindlaus. Það er kannski bara standard, ég veit það ekki. En hann pælingin var allavega með Axe sko að vera það er ekki gull eitthvað. Og mitt languðu silence og Björn stindur. Ger hérna smá vision er að fljúa út en þeir byrja að elda. Það er crush og vision í bóði. Þessi er í 5. Það er ákveðt allt í og það er ekki niðri. Nei. Kemur Rupture á einhver. Alli er stannar á ekkinu. Það röpsir bara á Chromium. Já, Chromium dó líka fyrir neðan. Trummi mætinn brjálaður með Thirst buffið sitt. Byrjar að lemja Beefy. Thirst buffið rennur að sem allir eru dauðir. Tríðan þarf að missa fótunum. Það er að íta hann aftur og það virðist vera að stoppa þetta aggression í bili. Og þetta voru hvað? Það voru Dyer's bara middle tökir. tower is learning Gekk að to kombo í það, fear. en ná Chromium sem er nú kannski svona besta killið. Þarna erum við að tala um að Tide var að spara út Together, í. win together, slay together, Einmitt, já. slay together, slay together. Hann alltaf sá Þannig að- ekki alveg hérna, þetta var vel spilað sko. Það var í spilað. Já, já. Æjæjæjæj. Hann ætlar að Moisa drep. Tower is fading. þarf ekki mýminn, það er nú mikilvægt að auka en þeir eru mættir, þeir ná Nixon aftur en ná sló og Phoenix sem flýgur út, Trummi nær típið þannig að þetta er bara það er alveg 5 mínútur eftir og þeir eru búin að ná Nixon aftur og Nixon er að fara í 5 mínútur og þeir eru búin að ná Nixon aftur 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 og þeir eru bú
Þetta er bara, þetta er reyndandi í hag frekar mikið. Það er Trummi típið niður á eitt einn og það er bara frífarma. Einmitt, það er mögulega þennan turn eða hversu mikið af típis er í búið til að verja hann. Það er nú eitthvað hérna. Dire's middle tower is learning to fear. Eitthvað sem hvað gerir. Hann ætlar ekki strax í hagsa, hann ætlar að kaupa SNY. Það ætlar að taka sig Dire's eins upp bottom og tower is geta under attack. sustaina, hérna, bara svona. Já, það getur eitthvað aðeins brólað svona. Dire's bottom tower is under attack. Nú, það It may pípa yet á stand. balla bráðum, hann fyrir first them pipe bara til að díla við þetta AoE núk sem að reytum til með. Og það er bara standard big spin, Dragonlance Yasha og Drá. Já, það er bara within broke, don't fix it. Bóa Nixina og ná silence á hann og hann stein svona aður. Dire's bottom Svolítið, já, tower þetta er svolítið erfið, hann er svolítið erfiðan leikan Bjarki. Ég er á pennir svona talsert með þessu draki. Og það er aftur 450 núna í Gold Chains við þetta. Mitt. Og Phoenix er að overstaya velkomin sig. En býður eftir drakkinu. Killing spree. I thought they warned you not to speak. Já, þeir eru að fá fínt drakkills þessi vinni hérna, en Trummi og Tulli er ennþá samt hæstri networth. Það er spurning hvort að það muni endast þeim. Og Palli er eftir líka, þannig að þeir eru bara að drepa Moisu. Þessi Ef Moisa með sentry, nei. Já, mitt. En hann er aðeins betur position núna eftir náðan, en hann hleypur inn í turnin, en Krummi finnur hann ekki. Bergur hittar networth. Já, ég er búinn að því sko. Krummi er ennþá að elda hann. Moisan er ekki með Arcanum-særði ennþá, þannig að hann er vísbúrlega að Krummi hittir hann. Moisan er eitthvað að pinga, setur niður sentry. Já, ekki það. Counterplayar að trakta henni. Allir kórarnir tók. Hvað segir ég? Allir kórarnir komnir í tók. Mitt. Trummi og SF og... Hann takkar alveg með þið líka. Það stefnir í teamfight. Pípan er ekki komin en blinkið er komið, Palli hætti við. Mitt, já. Það er bara góð hugmynd fyrst minni. Ja. En reyndin líst ekki alveg á teamfight þegar hætta við. Viss að tekur sinn spot, byrjar að mýma turðin aftur. Og það er smoke á dagir. Já, Og þeir eru að fara í kóafætt. Það geggjar af þessu Geggjaður fætt. og þeir bara sprengja þrjá gæja. Double kill. Radiant's middle tower is under attack. Þetta eru gæjarnir sem er ekki með Dire's teamfight. bottom tower is under attack. Þannig að sjáum við af hverju maður ætti að koma blink en ekki bæð. Dire's structures are fortified. Ég segi svona. Doom is Nei, on það er virkilega gott það. Líka svona hann botlinn er að góða kjúla, hann er blinkur, en ekki Dire's langt. top tower is under attack. Já, Langt sitt, Tower has been lost to war. þetta var alvöru goldspring. Under attack. Þetta var 900. þeir eru að spila óhættir hérna á dagir, sko, það er gott að sjá. Og endaginn solo killa Nixona mitt, dodge og stennið frá Bjarka, Enemy can die. byrjar að tikka Bjarka, Radiant's middle tower is under attack. gott beef hérna. Radiant structures are fortified. The stream Moisa Dire's klára top turnin. tower is under attack. Já, já, Þeir gáðu bara upp á að verja hann, það er skiljanlegt líka. I see you all in silence. Radiant's middle tower is Svo. under attack. sem er ekki meira protection. Nei, en Drói farin að meiða það, hvaða level er blokk? Það er lögtfjöðu. Hún er að eiga ákveðan leik og hún er komin í top 2 network núna. Og búla upp yfir SF eftir að hann dóð hann á bot. Og ég var að segja, ég myndi vilja, sko, mér finnst þessi SF ekki búin að vera að eiga nógu mikið impact. Nei, Hann er búin að kaupa Blink Jules en hann er ekkert búin að velta fyrir að fengja þessi Edwards. Dire's bottom Það er tower is náttúrulega under bara solo attack. kill þátt í einu sko. fætt. Já. Ná bara þátt í einu fætt og það var þetta ekki og Ravits, nei, já, ekki Ravits Requiem hann. Það er sko notabene eiginlega ekkert counterplay á komboða hans ef hann finnur
eða þú veist, alltaf ekki ef hann hoppar inn í alla, en það er bara, það eru bara nokkrar bildir sem geta cancela þessu, það er Ogre, Stun, Janata og Gust, og náttúrulega Ravage. En ef hann finnur eina eða tvær hetjur, en það er gott til einn með Splitbusa eða Ogre eitthvað staðar, þá, þú veist, þá ætti hann alveg að geta fundið einhver svona, ég veit ekki, að vera rétt í fyrirstöðu, en það er ekki bara... Moisa útlar hann. Já, það er verið að drepa support top og hann nær því, gerir ná damage, bara flott í Moisunni. Hann er að make a space Og hann gefjar mitt. Já, það er Já, það. þeir eru að breyta. Rupture og Palla. Vel gert, jú. Þeir drepa þessa vinn. Björki mæri inn, reynir að stanna krónum, næði ekki og er alveg bara sleginn tilbaka. En sko þetta var, þessi tætt var döður. Ég ætti kannski ekki vera svona, ég kannski ekki nitpika mikið á SF en sko, ég held að það var algjörlega óþarfa að reyna á eldan sko. Já, meinur að lemja hann bara eða reysa? Já, geima hérna, sko, geima þetta komposið fyrir einhver aðra heiti sko. Já. Náttúrulega vel position og gjóða að vera hann mættur, tilbúin að sælnsa. En já, SF er að eiga mjög rough leik. Eftir bara fínan early game sko. Ég tók ekki eftir þessu, það var BKB á frammi. Já, einmitt. Það dó hann ekki, þannig að það Nei. Já, hann er bara early BKB sem bara er góð myndandi. Og geta að force að fæta og hann getur einmitt gert þetta, committ að fara inn á palla, þú veist. Það er ekkert counterplay í rauninni. Það er bara rupture hann og eldan og lemma hann. Sko, Bounty er búinn að klára SNY, er að fara í Axe, eins og þú segir. Þetta fyrir að vera mjög erfitt sko með þessu Axe, því þá ertu að tala hérna, já, mikið núk ef að tímfarnir er að vera langir og stélur miklu gold. Ég held að hann hafi með 10.000 stolen gold í leiknum sem við spilum á mótunum. Já, vá. En það var líka alveg bara, þú veist, 100 kills eða eitthvað í leiknum. Meira en 100 kills. Núna eru þeir líka að gera þetta, þeir senda bara palla alveg ákveðum bíl á móti Moisunni. Einmitt. Þá getur hann ekki verið að pikka í turnin, hann getur ekki dreipið palla. Einmitt. Hann náttúrulega ideal heti í rauninni sko, og það finnir hann þetta kombo náttúrulega kombo breaka komboði sko með Kraken-sjálfni. Það er ekki það. Þetta sóla hann. Leafy mætir og Dio þar hérna. Svona gott mál. Setur niður svona einu orð sem spyrir, já. Róminn mættur inn í Woods. Hann kom með sjardin á tré, þannig að það er hans erfitt að finna hann. Ég fekk harðorða kvörtinu við því við myndum ekki segja endakallinn, heldur Jó. Já, hver er það? Það var nafnlaus kvörtun. Nú, ok. Já, ég meina hann er skráður í mótið sem endakallinn, þannig að ég sé ekkert á mótið því að kalla fólk eftir nicknameinu sko. Það er rétt. Það er svo kúrinn í Moisa. Radiant's courier has been slain. En þetta eru ekki með texture. Hann er með döstið í... Miljón. Ég var bara vissi. Og hann stoppa tífi. Já, hann er ágættur á þessu tríi svo sem hversu... Ja. Hversu gott Og í bara. ekki þetta er sko. Fullt af sentries, Björk leppar inn hérna og þetta er Silence, þetta Silence er bestu spellin bara í liðinu þeirra syns mér. Þetta kannski er aðeins. Það er ræð, já, og hann er bara egg á þessu og það getur ekki gert hana. Það er steindauður. Allt þetta kaos var út af því að Moisa var að hlaupa í hringi á tíðinu. Já, já. En var þeir fá fram í kannski staði? Já, þeir náður aðeins og góð box á öllunni og I know you should endakallum. respect the dead, but first you have to Gefa hann earn it. killið. Þetta er, já, ég, hérna, þetta er svolítið back and forth leikur hérna, sko.
I foresee the Radiant's top tower falling short. Botturinn. En svo núna erum við líka að tala um það sko að allir þarna inn og hafa spilað á móti sem Moise 3 áður. Tower is under attack. Örgulega með þessi Moise 3 líka. Þeir vita það að hann vill vera þarna. Þannig að þeir taka það svæði Bravo. Það er gott. En- Svona eitt kombo með þessu. En ágjó, bara vel gert. Það er ekkert rafið, þannig að þetta alltaf að lemja palla. Já. Sem heitir inn. Radiant's top tower is under attack. Þetta var góð frumsýning á BKB hjá Hjúlla og þeir eru rauninni easy 2 kill. Getur meira nær Karabas á skrá. Það var engin í position, en Moise mæti með hammerinn sinn og nær 2 stefnum. Það kemur Sannur eftir honum, en Gromskja hraður. Þeir röpsur á Beefy sem típiða strax út. Annar rödd og Hussi fast. Easy. Og þetta eru 4 kills. Feed the flayed twins. Já, allir með Gromjum. Þessi fight var mínúta því að það eru 2 rupture í honum. Einmitt. Já, einmitt, já. Þetta er orðið aðeins rough. Það kostaði þá svolítið að vera eftast svona þóttinn. Við sjáum líka vardana sem er búið að sentri hana og sem er búið að henda þetta niður upp í vildarhótt. Það er búið að setja sentri út um allt. Red. Já, ekkert út um allt, bara á 1 flett. Einmitt. Þetta er mjög fyndið dæmi, sko. Hvernig Sonur sé- Seltsap, Tjóðsmestari. Hvað sér ég? Hvernig sá endakallina? Er þetta sentri og vardan upp? Já. Já. Þetta er það, sko. Já. Og þarna, þetta er auðvelt kill. Nei! Já, lefum mér rætt og blink. Hann er með blink. Það er aldrei auðvelt kill að drepa því. Ég held að það sé bara, það er bara að parka tætilum á það til að pussa út og það getur gert hvað sem er vilja á meðan. Þá er það ekkert, ef hann er ekki að pussa inn þessu, eða hann er ekki að gera tower damage, þá er þetta bara, ok. Já. En þeir vilja heldur ekki taka teamfight á þess að vera með tæt sem er eini teamfightið þeirra. Jú, það er vissulega. Þannig að þetta er pínu erfið staður. Dyer's middle tower is under En það attack. geta hlupið bountyinn Kill og can stop the flames. hann er alveg nógu sterkur til að taka eitthvað svona. Þetta er portan eða eitthvað. Það verður góða mitt. Stór springja með hérna Blood Rage á, þetta er cool combo í það. Drepa tætinn með gegnum pæpið sitt. Og nú myndu þeir kannski fara í Rósa. Það er spurning hvort það sé næsta dagskrá. Já, Drömmi vill það. Bara býður þig kjúla sem er eitthvað á báðum áttum vill farma Woods. Það er eitthvað ákveðnir. Ég sé ekki átt að vera eftir að taka homes, það er ekkert rafið sem það er, en þau kannski eru aðeins búin að missa þessum gluggan núna. Það gengur vel að nota þetta SF pick núna, það er bara svo kill á cooldownni. Hvert sem Requiem kemur upp þá bara að fara að drepa hvern. Já, það er svo sem ekkert counterplay á BKB. Og ekki er bounty og kills á meðan, þannig að þetta er bara nokkuð stable lead fyrir Radiant sem er. Núna aftur komin yfir Joey Network. Nú vantar bara 1000 kall í bags og bóti. Heimið, já. Já. En þetta er samt rosalega jafn. Þetta er alltaf bara 3000 og það er ekki neitt. Já, einmitt. Og ég er örugglega að fara að velta svolítið á þessum teamfightum. Og ef við pælum aðeins í því þá er náttúrulega
dire line-upið með traditional carry. En Bloodseekerinn hann lúmskur, hann má ekki underestimate hann í late-gameinu sko, hann og náttúrulega backar bass sem að fara að gera mikið magic damage bara full out game sko. En þeir eru vissulega með mjög sterkt svona duo-core sem líka gerir mikið damage sko með dróinu. Ekki inn í splitbussinu. Komin, það ansi gott. Og það var án þess að nota óveikur. Það hérna líka, hann tankar í gegnum samt, að tankar í svona, en með Ravage. Nei, hann notaði Ravage. Nú veit. Hvað Ravage ok. Nei, Nei, fá alltaf hérna 1 kill á fugli. Ná fuglinum. Kjúklingunum döður. Og þeir... Nú komið Macron. Rupturar Coughlin. Eiga eitthvað að kansla. Það kemst yfir þig. Klöts. Enda kattinn. Þetta kostaði hann. Nei, hann með sport á. Það var smá... Kannski við fyrst svona með Júls. En það ná 1 killi. Hellamæturinn og... Bjarki fættur. Þetta reddaðist ágætlega með að vera ekki með hátíðandir. Já, og ekkert Ravage. Já. Þetta svo rosa kaos þessi leikur sem að, ok, maður spyrir sig sko, fyrir þetta ekki að fara að favori þá bátíðandir og eitthvað en hann náttúrulega bara var ekki með þessum ræð. Ég er búinn að ná að fókusa hann vel. Titans liver, já. Bánt veit eitthvað það. Það er að klára hann Axe. Leikur hans ekkert að fara að byrja alveg þannig að hann fær það. Það er hlakka til að sjá það. Hann fær þá Axe og level 18 og svipuðum tíma. Það er huge. Það myndi á. Trakkið. Lose together, win together, slay together, slay together, slay together. Núna þarf... Svo var eitt sem við erum ekki búin að tala það er hérna Axe við á Phoenix. Hvað tíma þér þetta? Ground Zero. Þeir eru þarna, feskir á groundinu. Já, Phoenix er komið með Axe, ok. Já, þetta er náttúrulega á save-ið er það ekki? Jú. Og meira attacks to destroy supernova, já. Áhugavert. Þannig að hann er í hvað mörg Axe núna? Það eru 2 auka. 2 auka, ok. Og svo er eitthvað talent. Og 3 auka á level 3. Jú, það er 25. Akkurat. Þannig að þessi Phoenix er nú alveg að vera player sem leikaldi, sko. Það er engin snapfire núna alltaf one-shot ekki heldur. Ekki það að það gerðist ekki áðan heldur. Það var einhverjir fætar en það var ekki nóg. Ég kann ekki alveg með lánan Axe sko. Getur þú tekið hann hvenær sem er. Þú útvar getur þú gripið einhvern inn hvenær sem er eða þarf það úta á vin til þess að save. Ég held nefnilega að þú verður að kasta þig á vinin sko. Já. Þetta er ekki svona alveg, þetta er nefnilega smá ný sko. En þetta getur verið vissulega mjög gott en svona alltaf það að þú deyrið, hann deyrir líka ef hann ekki deyr þannig að þetta svona getur verið smá vafasamt ef hann er einhvern veginn í slæmi position og þú dævar inn þú veist og það eru nóg margar hittur til að drepa ekki einhvern veginn þá en þú veist ég veit ekki, þetta er svona Phoenix spammerar geta við örgulega fært betri rögg gegn og með heldur en ég. Ég spilaði mikið Phoenix. Ég spilaði bara Phoenix með Radiance. Já. Hot Wings bara. Já, það er gaman maður. En það er einhver grúppingur hérna í kringum mitt. Já, Boysa á ekki TP, þannig að þeir megi ekki byrja að fæta strax. Og hann er að senda á sig refresher, það er hérna, honum að kjóða eitthvað bölvað Aetherlands en Trammi hefur séð það og tekið fyrir það.
sem bara gott að sjá að hann fá ekki að þróa. Nei, ég segi svona. Já, það náttúrulega miklar umræður hvernig það Aetherland sé gott eða ekki, en sýnist... Já, það mjög miklar í eina átt þessar umræður. Já. Það þannig, ég veit ekki að það var að komið þá mikið á það, en Nei, ok, ekki. En þessi tvö allt í vera góð held ég. Það heilmikið kontról sko. Og Axen komin að Bounty og hann að kjúa BKB. Ég veit. Þá hann, já, hann nokkuð sterkur þegar hann komið BKB sko. Endakartin getur klárað BKB. Já. Hann bæfur. Þeir hlaupa á BB innan til Vexor og drefa hann bara snar. Og klöfu bara með þínu rósin sem eru eftir það. Það bara komið tími til held ég. Og þeir inni eins og snænið. Easy rósin. Stoppa þetta. Það velti ansi mikið upp á palla og hversu gott það var sem getur átt þarna í fættinu. Það er auðvitað erfitt ef líklegt að fættin byrja á sko SF BKB initiation sko og það verður að býða út svo þessi BKB eða reyna að ná þeim off-guard. Já, þær ætti að fá vision advantage út úr bátinu sínum, þannig að þeir ættar ná að initiata. Já, en það er svona að því gefna að sko að Radiant sýni sig áður en jumpin í fettinni. Ef þeir gera svona smokeplay eins og þeir eru búin að vera að gera, þá er ekkert færi á því að ná niður svona track sko. En vissulega ef þeir ætla að fara að pusha high ground, þá verður þeir ætla að sýna sig. Það er spurning hvort að það sé bara næsta dagskrá. Chromium ekki bara að nota Shuriken Dross eftir að hann tippti Axe. Já. Hann á cooldown en kannski bara á creeps. Og það komin refresher á Moisu. Já. Gott mál og hann þurfa að hexa til það, þannig að þá var hann með ansi mikið disable. Orðinn nokkuð öflugur í utility 3. En já, verðum að segja að þetta er ekki mest action-packed leikurinn svona að þeim erum búin að vera með. Nei, en það er líka kannski bara Radiant sem við haldaði þannig. Þeir vilja ekki missa þetta í einhverja killvist á spækjar Chromium bara. Það er mjög vel aðtöða sko. Snús segir BB að hugsa svipað á ég. Bjarki er með náttúrulega klára Lotusinn sinn. Já, Bjarki er bara verið duglegur að taka af sér. Það er Rupture á mitt. Það var á endakarlinn. Já, hann næri ekki hvað náttúrulega stönnið á hann en finna Kotulinn. Næst tíma já. Frá þetta 2. Það drifir kjúla. Já, hann lifir á. Það pæp. Trömmið er komin inn. Og lifir ennþá hann á bókið og það er hann að falla Trömmið. Hér kemur inn á refresher og drast. Það er ekki að endakarlnum. Spurning hvort hann refressi. Já. Kemur ekki út. Haldur refressi út. Og er eftir Chromium. Við erum ennþá næstum við að börsta niður Trömmið. Er að falla, kemur annað ulti, það er bara einu með ultinu. Chromium er mættur aftur, hann trakkar byggja á ekkert flug. Reynir típi út, en það er á mikið damage. Gott bæbæk á Chromium. Hvað, þeir ná að fella flest á Radiant. Ná, 8000, ná 3 killum. Missa bara Chromium. Og jú, Dr. Death hann í byrjun. Frábærlega verið gert hjá Palla. Já, einmitt, hann náði að það mjög góður aðeins á 2. Það voru
Ekki með rauðu viðbröðin. Sér hann það Dr. Death gerði hann verið rétt. Hann glimmerkeipaði endakallinn og gaf sig. Einmitt, já. Já, akkurat. Hann náði að bjarga endakallinu sem virtist verið í djúpu miklu klandrið hana. Það var rauðseraður og... Endakallinn bara með eitt escape og það þetta Hurricane Pike sem hefði drepið hann. Einmitt. Og endakallinn er að vera svona í true carry í þessum leik. Hann er 8-2-10, bara búin að tvisar að koma með 2 item sem eru mjög góða í PvP og hann er að fara í 3. itemi sem þetta er trifecta sko. Þeir eru komið með, þetta er það sem ég hef lært að spila með Birgi Dota 2 sko. Þeir eru komið með Manta Style, Hurricane Pike og Butterfly, þá hefur allt sem þú þarf til að vinna Dota 2 leik. Já, ég myndi kalla hann með 3 items, ekki 2 items. Já, BKB er náttúrulega svona, sko, það er svona sannir dróðspilar vilja meina að þetta sé ekki item sem að er... Biggi er bara að kalla GG, sko, en þessi leikur er búinn út af því að dróð fór í BKB, sko. Já, það er mitt. Já. Já, einmitt. Ég fixi ekki að horfa. Það er sko, þú ert svolítið að delaya aðalætuminu sko með að kaupa þetta BKB. Ég gæti ekki fætt á þessu sko. Nei, þetta er bara svona glitspöð. Það er rafið sko. Náttræming, þetta er bara flott, confident, bara go in. Og endakallinn er að fara meira. Já. Það hefði getað verið fleiri hitturinnar af vartana, þannig að mér finnst þetta bara alveg rétt ákvörðin að ræða þetta. Fætt ríka 2100 gold. Jesus Christ, það er rosalegt. Finna bjarga, en er ekki með vír. Ekki inn í trénu, menn næra að típja út. Spurning hvort það sé eitthvað treytir búið en það er ennþá tier 1 uppi niðri og topp. Tríð er komið topp og byrjað að meteor þörnin, þeir eiga svolítið erfitt með að fara í eitthvað objective og radiant en ef þetta heldur áfram svona í svona slow game þá mun koma einhver tímabundur þar sem að endakallinn getur bara dreifið base ef hann kemst upp á high ground, bara farið í drónið sko. Það er náttúrulega mjög góð í að lemja vikingar meðal annars. Já, og hann er náttúrulega með flottlust. Ég mitt. Þannig að þetta er spurning með sko, tríðið náttúrulega að gera góða hluti að halda þeim frá pushinu en hann er aldrei að fara að pusha baseinn eitt sérstaklega rætt þó hann sé að póka þetta niður ágætlega sko. En ef það kemur eitthvað baser í scenario þá er hann ekki að fara að gera mikið í rauninni. Nei, og baser í scenario, þeir Radiant á ekki séns í það sko. SF er náttúrulega í spellbylti og Bloodseeker er ekkert frábær í því. Ég mitt. Bjarki er bort og þeir sjá hann út á klókinu hans en passive farmi hérna. Já, en það er svona góð mæting. Já, góð mæting og hann dustar raunin að finna komin en nær honum ekki. Komum BKB sitt, þannig að hann er svona fullfær að taka þessa færi höfðin geirspins núna og getur kannski átt svolítið mikið meira impact núna en hann hefur getað gert hingað til. Sökum þess að vera að spila á móti þessu rosa tífa kontróli. Það er verið góð að palla. Já, það er góð að palla. Hann er mjög tanky. Leikla SV-volti og ekki springja palla á bæbaka þeir alltaf chase þetta eitthvað mikið. BKB og SV er búið. Það er bæbakar. SF lendir í silence og slóa lappin niður. Það er sett en Palli ábúr eftir hannum, hann er að rafitsa Bjark líka hann er innviss. Prófum sér Trummi og Bigga en það er Nix var að stanna hann og Trummin er bara að drepa hann 100-0. Palli mættur eftir þeim en hann var ekki rafitsa með Eggfoot. Trummi er í góðri stöðu til að bara lemja að vinna fætinn. Endakallinn frá hann næri ekki með niður. Nei, hann næri ekki, hann er stannar ekki með bíðið sitt.
ætlar að lemja og törna eitthvað. Drömmir low, Sunrain að gera damage, nú kemur Poison, nær að úta á báða saman. Endakallinn forsa sér út, það voru fessir bóða á Poisoni, hann annar út, setur niður rætunar á Meteor. Endakallinn reyna í þeim forsa en ná Endakallinn niður. Og Það vantaði smá communication. já, Endakallinn og einhver annar ættu að fara einnig og katta á retreating gaurana á meðan að Chromium ætti þá bara einn. Þeir recognisa það og turna bara á Chromium. og voru að fæta það án Fontiandur sem var kannski ekki alveg besta plani. Og ná öðru röptri á Fontiandur og drepa hann, nú bara þeim tími til að lemja baseið. Engin bæra verið í boði, það er mínúta í endakallinn, 45 sekundur í bótti. Og spurning hvort það geti tekið bara 2 röntgenstæður. Hvað er svona nefnir það? Þeir fá aldrei meir en 1. Nei, Palli er að ná að halda þeim eitthvað þessi burt hérna með Arganims Með Arganim? Gott og hefklíu sko. Sunrain frá Phoenixnum og hann er að rýta hann á creepunu en núna styttist bara í að þeir séu að fara að spawna en stóður er ennþá 26 sekundur í Ravagið. Nei, sem ekki að koma yfir. Ná Björka hérna, fellur. Björka? Er bara að ná klára axi? Nei, ég finnst ekki vera. Þetta er bara eins rax sem healar ekki, mér finnst ég líf bara. Dyer's middle tower is under Dyer's middle tower has En fallen. ok, missa bara Bjarka, en þetta er ágætis. Endakallinn EPR í smoke. Já, Með hann vill fá eitthvað hérna. það var skemmtilegt play, hann finnur einhvern. Núna eiga þeir Ravage, engin Nyx Já, og 3 aðra splittbúsa. ég mitt. Hann er svona kominn, já, þetta er nú saman bara inn á top, það þarf einhver að díla við þetta toplane. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Já. Radiant's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is Gottur, Dyer's top tower is Meteor turnin, hann turnin er að tippast hægt og hægt niður, komin í base hérna og er með refreshir og, já, með Scythe og refreshin sem er ansi gott á móti dróunum. Já. Getur disable hana þá í hvað 3,5 pluss, já þetta er þá 9, nei hérna, þetta er 7 sekundur og svo er með 5 sekundar út þvísvar. Þetta er 17 sekundur mögulega. Endakallinn með 2 dispil á rútið og er að kaupa 3, þannig að það er ekki alveg. Akkurat, já, þetta er ekki alveg hart. Hann er góð málum með að færa þetta Titanic, þá erum maður að sé. Það er leiðilega að díla við það, en Hexi er sko, Hexi getur verið deadly fyrir hann. Já. Og það er komin gem á Chromium, hann bara ætlar að taka því í sína einn hendur og finna þessa menn. Hann er með slatta gull í inventorinu. Hann kaupir næst. Já. Hvað keypti hann á móti þér? Það var eitthvað svona Satanic keyptan og hvort hann hafi keypt MKB eða eitthvað, ég man ekki alveg. Það var eitthvað svona tanki dæmi sko. Hann gerir helling skaði í þeim leik sko. Hvað bátti? Já, það er spurning sko. Ég veit ekki, það er náttúrulega svona já, það er svona kannski aðeins meira utility centric sko. Það er ekki svona max damage mynd. Nei, en Endakallinn hann á að gera damage sko. Það er spurning hvort það sé nóg fyrir hann bara að spila backup fiðlu. Hér er þessi tró. Þeir eru búin að nota röptjur, fengu ekki til það. Það er eitthvað standoff hérna, spurning hvort að Palli er að ná
var að ná góður afvitsi eins og áðan og hann komið refresher sem mjög bygg líka. Ef hann nær svona góðu sem hann búinn að vera að ná þá þetta alveg potentially já, þetta svona teamwipe möguleikar hérna með refreshinum já, og BKB-in eru orðin bara 6 sekundur hjá báðum milli þannig að þetta rafið sem fara að vera mjög sterkt sko, mjög mikið threat. Já. Ég var að taka smá calculation, hann getur kastað 5 útum og refreshað. Já. En þeir fá rós. Einmitt. Já, þeir fá rós. Og hvað var eitthvað með þessu? Sérta eitthvað. Já, sérta Bloodseeker. Bloodseeker með alltaf mörg items. Með leveler og boss í stars. Já, hann var að geta sjálf. Já, ég veit. Alltaf spætileg svo, ok. Ég veit ekki alveg hvort þetta buffar ekki. Já, ég er bara með múminsvítið tvæt sko sem er örgulega. Gjói komið með Satanic og er þá effektív við 6 slóðar í rauninni. Hann getur gefið til kannski eitthvað blink eða eitthvað. Ég veit ekki alveg hvað þeorían með 6 slóð dró er núna en þetta eru já, mörg góð item. Já, öll item er góð, mikið af dispels. Sem er gott á móti þessum blessa Treant. Svo er bara spurning, hvað gerir hann ef að BKB eða Bloodseeker hleypur í hann? Já. Svarið ekki mikið. Nei. En þó, hann getur turn á Satanic, hann getur Hurricane bæka sig út. Og Bloodseekerinn er ekki með MKB sem hann á alveg góðan sens í hann á manfight á mótan. Vist hann með þetta vision frá Butterflyinu. Chromium er búinn að ákveða sig. Hann ætlar í hegg og þeir sjá hann. Og ég notað og eitt út í. Já. Gem á Jelly líka. Já. Trummi ætlar að labba á hæglandu og byrja að lemja það. Þetta tekur alls ekki skada. Hann er bara að deyja bara hérna fyrsta lífið. Gullir hleypur inn og alltaf Gjói einu sinni. Og törnar með Og drepur Kjúla. Drepur Kjúla. Það er ekki rótaður. Hann er að dodsa ekki. Þetta er glæslega fjölega Gjói. Við erum snöðnaður aðeins. Við komum ekki með rafið sig inn. Bloodseeker er líka bjöðarindur en allir aðrir eru snöðnaður. Allir eru búin að bæbaka hérna. Nefnum tríið. 3 bæbaka á dagir. Þeir alltaf vilja allt þetta. Bloodseeker hleypir mjög hratt. Þeir eru ekki með Aegis lengur. Þeir eru frá nánum. Það er spurningin. Já, gætir byggjaði náttúrulega Kjúla. Hann var náttúrulega bæbaka. Það er góðinn aftur. Hann á allt í en hann er það að vera að rekka honum. Gjói mættur. Kjúli er dauður núna án buybacks. Þetta gæti verið bygg fyrir dag. Og endakastinn er bara ekki tættu við Trummi. Endakastinn byrjar að fæta Trummi en Trummi er rosalega gæðilega skæði tilbaka. Hann er að drepa hann. Þetta er á buyback. Trummi byrjar að lemja Chromium. Chromium getur ekkert fætað hann. Moise er komin aftur hann buybackaði. Rúndar henn og aftur. Chromium típjar út. Þeir ná ekki cancelaði. Palli jumpar niður hann á ekki TP bæbaka, þannig að þetta er ansið slæmt á hann deyr en hann stendur á þessum heimska staða sem hann sest ekki held ég. Þannig að þeir finna hann ekki hald hann að TP útvöndala bara. Og hvað, núna eru þeir að hlaupa á topplinni Moise og Bjarki en það er nú líklega ekki það var að gera þannig að allir karriðinir eru dauðir nema Trummi. Þetta Trummi TP á toppa aftur, þið sjá Palla. Vita hann er ekki með buyback. Rafsson er að drepa hann. Hvað sáu þið? Já, það er góð spurning. Það er vort hana uppi en hann er nú tæplega að lappa hann í hann. Ég veit ekki alveg. Hann var alveg safe þannig tæpið en hann hefði nú kannski bara átt að bíða eftir típinu sinu. Hvað það? Nú er Trummi æstur í að fá þetta Rags.
er spurning hvort þið ná að halda þessu án þess að gjóða mútið bæbakið sem við ætlum auðvitað að gera. Hann hexar fram í, tókar hexurinn á sig, OPK BR, setur niður Silence, byrja að mælfæta Chromie, Chromie nærlega við burtu, Bjarki setur við mítunir. Chromie turnar Bjarka, er með rosalega langt PK BR fyrir maðurstæðum, byrja að lemja Bjarka, næður honum, Moisa rótlar og setur við mítur, næður bá. Tímur Silence vona þetta, þeir eru að taka rosalega mikið skada. Chromie er mjög hraður, lifur burtu. Komið hexa það Moisa leikur. Ekki bæbakaði, en Moisa verður jammin hans sem mér. Dyer's middle tower Það is mikið under playboy attack. playrum með No maður. gale can snuff the flames. Það búið að missa gem. Nei, Kottul með það. Já, hann hefur gefið Kottul einmitt jammin sinn fyrir þetta hex. Og Bounty er bara að fara í refresher. Þetta er komið út í eitthvað svona mjög late game dæmi sko. Við erum að nálga 60 mínútur og það eru allir að þetta í bara 6 slot. Gjó er búin að kjóða upp crit. Já, Chromium er mitt að fara í refresher. Kom með hann, er það með einmitt 2 hex líka, 2 shuriken. Og já, einmitt. Moisa komið blink, þannig að hann ætti ekki að ná Gjó alltaf með rútinu ef hann vill. En ætli það sé ekki bara núna eins og oft, svo stað sem kemur út oft að liðið sem er map control fær næsta Rose sem er að fara að vera, já, sem hjálpa þeim talsveit að tíma þetta. Já, næsta Rose verður væntanlega með talsveit af, það kemur væntanlega einhver Axe eða Refresher eða eitthvað drasl í honum. Já, annan refresher. Já, einmitt, spurning hver þetta taka það, Moisa er svona frekar fullur. Já, hann er með halbært líka, vissu þið það? Þetta er sniðug hugmynd fyrst mér. Já, það er bara einn sem lemur egg í þessu dóti og ef hann halbærtar hann, gerist það ekki. 5 sekundar dispel á reynseti sko og hann getur refreshað þetta. Hann er með mikla það er mjög, já, hann er með mjög mikil potential að gera mjög margt á þessu 3 en það er líka þarf hann að ná öllum spilum út og hann er ekki með BKB eða neitt defensive item þannig að Stop jungling, let's push. Stop jungling, let's push. hann hefur náttúrulega verið að deyja mikið á trinnu, hann er með 3 deaths svona, þú veist, bara vel gert sko. Og þeir eru að púsa inn í Kottul og Kottul er bara íþrótt út og Þessi top-turn er ekkert búinn að taka mikið damage frá því bara hérna fyrir 20 mínútum eða eitthvað. þeir notiður langt. Já, einmitt. En hann er nú bara mínútu guldarinn sem er, já, það er ekkert. Jú, það gæti náttúrulega reynda að pusha eitthvað núna. Það er 5 manna smók á dagir. Sonni segir að það eru Júli er í dagir. Já. 5 manna smók á mitt, já. Reyndindur allir uppi á tríenu sínu. Og Palli hér á... Nefna kjúli, þannig að ef þetta er fætt, þá var einmitt. Það er nefnir típubúð, ekki típjan alvegni, en... Það er smá unreliable. Dyer's top tower is under attack. Það finna lixin. Það er leðilegt. Það er smá dangerous svona að vera þarna. Reflect sem líka spells, en þeir ná gemminum líka. En þeir sjá hann ekki. Já. Nú er Sölvi eitthvað til mig að hérna öskra eitthvað skipunir á liðið sitt. Það er ekki inn upp á kliff. Gemmin. Það er Gemmin sjálfur og Dyer's middle tower is learning to fear. gefur kjúlan eða svona kjúla en in-game kjúla. Já, og dagir eru komin aftur í smók, þeir vilja fá meira. Hérna, já, finna tríið mitt og hann er ekki með mikið gott að hann hexar frá mitt og hann hexar að sig tilbaka og er stíður. Hann á ekki væbak.
Þetta er hansi slæm staða. Jungling, let's push. Þeir geta púsað þrónið. Held ég bara. Þeir áttu að segja á því að það eru 2 heitir sem eru ekki með buyback í 70 sekundur. Já, þeir eru allavega forsa glyph hérna. Já, þetta er svolítið stort blönder sko. En byrju hvað, já þetta er bara cooldown á buybackinu, já. Þeir eru alveg með His pening. middle tower has fallen. 1 There is mínúta í still buyback much hjá to be Klínu. done. Þetta töður ekkert í, en þeir náttúrulega veit ekkert að það sé ykkur buyback nema þessu að... Já, þeir vita að neitt er ekki með það. Já, Það er bara það má vera ef mitt. En 3 eða akkurat, það er betra. Og nú kemst þróin er komin í óvinna baseið, loksins á 57 mínútur og er komin yfir ána. Þetta er í annað skipti sem hann fyrir yfir ána, hann dó í hitt skipti. Já, það er málið, ok. Ég segir svona, þetta Já, var ég veit, já, ég skil hvað það. Og þetta gekk ágætlega. En þeir eru ekki að... Palli tíma tilbaka, ég veit nú ekki alveg hvort það sé endilega playið var einhverja splitbúsan þegar það, ég sá það ekki alveg. Það var tríðið þetta út. Trömmi var alveg mjög tótt. Já, ok. En aðdýrlinn aðeins var hann að falla hérna á kasturunum. Já, ég veit fyrir mér sko hvort að dróin... Hvað sérum? Ef þeir hefðu verið pottið til að Moise ætti ekki buyback, þá hefðu þeir farið dró. Já, einmitt. Ég held að það hefði verið play sko. Það er rósnafn upp í fressið. Já, hann er komin, já, einmitt. Sko, ég vil fyrir mig hvort að dróin samt ætti ekki verið að kaupa einhverja Aghanims items, einhvern shard allavega. Og hérna... kannski, já, Moonshard, upgraded axe, eitthvað svona. Fyrir krittið, jú, já, það er kannski bara, ef hann er ekkert að, ef hann þarf ekkert út sinna, það er bara það, en það er röðsur að koma inn, þeir eru komin í gate, nokkuð bátt að byggja fyrir sig, það er dóts að rekka með, er að hlaupa aðeins í röðsurinu, en er ekkert svo low, þannig að það er nokkuð byggja beatdowns og röðsur og rekka með, Þetta er gefins rót fyrir dagir, því að þeir eiga rafinn. Já, þeir gætu reynda ekki að hérna, en það hefur verið að cancela öll drastlinu þeirra með örvunum, ekki að semja inn. Þeir eiga alveg mögulega á að halda þessu. Bjarki með hérna 25 talentinn sinn, hann getur hlupið inn út úr óspit, ég vend þetta. Þeir tristir ekki alveg til að koma eitt í þetta, þó að þetta double ravage í búði. Það kannski kannski smá spúkt að lendi erfið ekki. Nú er þeir komin inn í triangle. Enda kannski fremst í flokki. Bjarki hleypur upp að busta smókinn. Nú mætir inn, hann er hexar og stemnaður. Innur frá honum, Palli með ravage. Ravagear, nær öllum í ravaginu. Refreshar, næðum aftur. Drepa SF-in, SF-in bæbaka strax. Fremmi bæbaka líka. Bjarki nær góður ravage á alla hérna. Messefinn kemur aftur inn. Við lítið allt í, við hlaupa allir bultum mjög hratt. Trömmja mættur. Drepur drónuna, hún á bæbak. Moise kemur, rúttar alla á refreshinu sinn. Getur góða meira, þeir eru bara með þessi dróna. Palli er að tíkja út. Moise góður inn. Rúttar aftur. Góðan bæbaka, er að hlaupa inn í fætinn. Trömmir alltaf grómjum. Endagallin kemur, allar að törna. Palli stendur á það, er mjög tanki. Gott. Split shot. Allir eru lifandi á Radiant. Endagallin er að koma inn frjólaður. Hann lendur í stunni. Allir eru búin að bæbaka sem deyja. Það er fight upp hann á Rose. Radiant eru að fara að concede þessu síns mér. Eða hvað? Sunday er inn. Taka Aegis inn á endagallinum. Treystir sér ekki meira. Þeir fá refresherinn, Cheeseinn, Arcaninn. Cheeseinn og Aegis-inn. Sko, ég væri til að fá hardcore monitor á þessu menn. Þeir eru að spila eins og geðsjúklingar hérna. Já, þetta voru samt, þetta var big win hjá Dagir, því að fyrir utan rúlsemnið þá þurftu þau bara að bæbaka einn hvort. Já, fyrir Dagir? Já. Já, einmitt, já. Grómum dó ekki... Er það nokkuð? Nei, hann dó ekki. Nei. Hann refresh BKB eða? Einmitt, já. Þetta refresher er náttúrulega mjög valjú núna fyrir þetta BKB, einmitt. Það gleymist
að taka fram. En bæði Trinity og SF bæbækka. Einmitt, og fá ekki mikið fyrir sinn snúð. Og nú eru Dæri í hans í góru stöðu, við erum með Aegis og Drow sem er búin að bæða ykkur sitt og eiga enda bæðvögg á Bounty, þetta er alveg rétt þér. Og nú koma tier 5 items. Apex Arcanist Armor og Já, Dæri, veitu nú við. Það er X-Machina á Drow. Hann ætlar að droppa þið fyrir Apexin. Nei, Mirror Shield, það fikk Mirror Shield. Það er góður item. Mirror Shield, já. Býtu nú við, hann getur reflektað Rupture, hann getur reflektað Hex. Já. Og já, 2 hexan á Radiant sem er kannski stærsta ógnin við hann, að vera hexaður. Já, og hann reflektar líka í úlinum ef að, þú veist, Eldsimurs. Veitu hvað er í gangi í inventorinu, svo akkur er með 2 crit. Hann selur hana critið, það var eitthvað mistök hana. Og hvað meira er í boði? Stygian Desolator mættar á Bounty Hunter sem bara, já, 10 mínus armor, það er mjög gott. Segir sér sjálf kannski. X-Machina á Tide, býtu nú við, hann getur verið blinkað tvisvar, þetta er nú ekkert eitthvað gamebreaking, en já, þetta er náttúrulega 20 armor, það er kannski starra dæmið. Já, það er enginn að nota Apex í Radiant. Já. X-Machina á SF sem er nokkuð gott. Og þeir fá Arcanist Armor báði megin. Þetta, ég er mjög spenntur að sjá hann Mega Shield. Force Field Aura grants 35 damage reflection for 5 seconds. For the twins. Og í 20 magic resistance í 1200 radius. Þetta er, ég held að þetta sé mjög gott item, sko. Og það er Book of Shadows, Bjarki með það. Sem er svona banist dæmi. Og þetta spellar. Það er hérna... Hvað var ég að sjá þig? Hvað sé ég þetta? Það er mjög sérleika og trjöld líka, sem er gott, bra, mentum meira stöf. Já, Arcanist Armor, já. Það er þarna mjög gott í Atomic War. Já, ok. Þetta er gott, þetta er mjög gott á móti Radiant líka, þetta er meira... Þetta er bara eins og double pipe barrier, sko, eða þú veist, pipe gefur 10% romantískist á liðið. Já. Radiant's Og bottom þeir eru náttúrulega með tower is pipe, þannig under eru með attack. 30% romantískist á alla sem eru nálægt þessu tóti. En, já... Hver er með þetta? Óker. Óker er með. Já, Óker og Phoenix. Við erum báðir með þessu. Já, þetta er hylgur late game leikur, en ég bara... Ég ætlaði að vera að fara með að sofa, sko. Það vonum bara ganga 12 núna. Núna konan fyrirgefur þetta. Já. Njálfs. Ég ætlaði að sjá hérna, Óker með 56% magic resist. Hann fær 5% út úr pipe orðinni. Ég með já, akkurat. Þegar hann er nálægt. Það stakkar ekki alltaf þeir. Já, stakkar þetta minna? Já. Ok. Það er til minni sem við fyrir náðu. Ég veit. Palli er bara gott. Já, Palli er mjög óhræddur hérna í þessum leik núna. Það er Mighting Top, þeir vilja taka hann tier 1 sem er ennþá lifandi 66 minnum leikinn. Ég held að þetta gerist bara aldrei eiginlega í góðu Is leikum. under attack. Is shown in the Samt raging eitthvað water. mála myndunar living armor þarna. En láta lítið fyrir hann væri búinn að hýla turnin oft. The Radiant's top Það eigið sér runnin út. shortly. Heitir hann út? Á, það er 5 mínútur liður það. Já, heldur Their betur. defense has Núna weakened. er hann komið sko besta item á Treant sem er Aghanim sem að actually gefa þeim vision yfir óvinni liði sem er mjög gott í Dota 2 leikjum. Já. Svo óvinnina sko. Þannig að nú Það geti... er gott að kaupa þetta eftir 60 mínútur. Já, ég meina þetta er bara priority sko. Og já, ég er svolítið spenntur líka að tjekka á þessum talent sko, er ekki eitthvað sexy hérna sem við getum... Ég er ekki hrifinn af talandum á Óker.
hræðið það. Það er ekki með Akam sem. Nei, ég meinti sko, hérna, Já, bassi. 25 strings yfir 25. Nei, já, einmitt, já. Kontrolla það aðeins, já. Það er komin í... Nei, þetta er 85, já. Það komið, já. Já. Hvað annað er hérna? Þannig komum við náttúrulega með Super og hit countið. S7-um er eitthvað svo, já, hann er komin næstu í allt. Já, Gjóf fær þetta markmann sem tjans, sko. Ég held að það sé mjög gott eins og ég held að það sé að byrja sem byggir fríkar, sko. Það er mjög. Já, þetta er eins vissulega sem búið að vera useful í þessum leik, sko. Dyer's top barracks are Multisett og under eitthvað. attack. Er það meira vein? Er það ekki bara Já, ég held að fleiri? það er komið lengra, sko. Mér sýnist það allavega. Nei, þetta er náttúrulega skalar með attack-reynsinu, þannig að Þessna Dragonlance alltaf kýja og dró. Mitt. Nei, ég kann ekki alveg... Jú, mér sýnist það, því hann er ekki að tönda lengur, skilju. Hann er dauður. Palli er alveg að deyja, já. Hann á bæði vekk, þannig að það er ekki mikil hætta. Já, hann borðaði aggressív þess að hann svona fá þetta. Þeir bæpa. Já, einmitt. Þeir er alltaf að reyna í eitthvað pús, reynir með. Og hann er komin með moldina á Nyx og það er big turn. Nú getur hann hérna verið virkilega óþolandi. Já. Það er mjög erfitt að drepa þessa mold, hann fær svo mikið hérna, mikla auka stats frá börðáinu. Þessi bætir í basic, byrjar að myndra. Hann taka trén í burtu, hann er að blinka út. Þeir byrja að góa Chromium sem er röpsuraður, hann er að taka gegn það bara. Hann Palli rafitsar fram í og nær og niður. Dyer's middle tower Já, is surprise under rafits attack. bara. Radiant's middle Vistu tower við og Það er bara eitt rafið. tvö inni. Þannig að það er fínt. Já. Dyer's middle tower Það is er under komið attack. X-Magnum bot sem styrir hann með 3 hex í bóði. Mögulega. 3 BKB líka. Já. Það er eitthvað, Það þetta er er interesting það er leikur. svo. Við gera kötta eins toppa við. Killing Já, og Moisa er dead. Já, það drepa Moisuna. Nú á hann buyback sem er gott. En spurningum Gjós er bara að reyna að komast í þrónið núna. Ef hann plantar sér bara hérna fyrir frá hann. Það er ekki mikið sem er það að stoppa hann. Komur eitt. Palli með kosmostóðu, hann er með turkana líka með það. Líka á reyn. Nei, ekki miklu. Refreshar. Ég refreshar. Setja inn í basic sem gott. Palli er búinn með alltaf sitt og dauður án buybacks. Án Chromium. Það var gott. Assavertið að það sendi gæðan alltaf inn í basic til frammi. Hann er mest frá Ogre. triple kill. Það fór hann. Hann kýpar inn. Kýpar dauður líka. Kýpar á ekki buyback. Þætt á ekki buyback. Ég er svona að halda þessu. Ég veit ekki alveg hvernig. Bounty buybackar, hann á 3 hex, nei 2 hex, jú 3 mögulega. Þeir eru hrættir, þeir vita ekki buybackstöðuna. Þeir er alltaf í Rose, það er annar Rose í búði með Akanims og Refresher. Það eru allir með Akanims sinni mér. Allir með Akanims, þannig að þeir eru bara að fara að gefa kjúli fyrir það. Þú selta Akanims sitt á. Það er enginn með slottrinu sér. Moisa bakka bara sinn refreshir. Já, einmitt. Já, það er kannski ekki alveg mest valið playið, þannig að fyrir hægar á cooldown svona en, ok.
tense hérna situation. Chromium á hæggrátinu og spurninga er ennþá ekkert buyback. Spurninga hvort þeir ná að halda baseinu í 30 sekundur á meðan að allir spónar. Þeir eiga ágætið sensir að bæt þegar hann kom á líf. Moisa blinkar inn. Mirror sem textar sjálf á sig. Kjúlin ekki að hexa endakallinn. Röpsur á Trummy. Nei á Beefy. Annar Röpsur á Chromium. Hann hexaður, self-hexaður SMI. Nóður bygg á B-inu. Alltar. Nær Beefy. Ekki ekki buyback. Það 4 sekundur í Titans. Þeir eiga sem svo að törna þessu. Mirror Sindin að gera big work. Moldin niður í hann stunnar bæði Chromium og endakallinn. En þeir ætti að geta drepið hann. Já. Moldin að falla. Hann Jónsson sjálf á sig. Tekur dustið á sig. Það ekki að segja. Það var að senda út eitthvað meira protection. Það var hann hlaupum í burtu. Moldin mjög sterk sko. En nú Titandu kominn og hann með 3 Ravage. Þetta var bara 1 rak sem þeir fengu. Og eitthvað af tier 4 turðunum. Þeir eiga lampa. 1 lampa. Allavega. Þeir smóka en Trummy mætti í base. Hann með Ravageas að stúta Trummy. Það verið að reyna að poppa endakallinn. Hann að byggja B, byrjar að törna. Eggið niðri, endakallinn bakkar. Þeir eru að fá þetta lags mögulega. Það kemur annar Ravage. Hann að setja refressin aftur inn. Það enginn með honum en þeir eru að lemja moldina. Moisa kemur úr trjánum. Endakallinn á hann eitthvað dispel, hann á 1 dispel yfirbót. Kulli går inn, hann ekki með allt í ennþá. Þeir eru komin inn í velli, það 1 Ravage í búið viðbót. Ég að fara að ná einhverjum. Þeir ná að setja dispel að björka, hann á lótist smá. Þetta voru megagrípin. Þrónið exposað hjá Dyer. Það eitthvað fight top. Ég veit ekki hvað í gangi hérna, það engin lampi, Chromium elda, byggi og ekki egg, hann á ekki neitt. Chromium getur hexan aftur hann vill, nær fuglinum en hann á buyback, þeir sjá allt í nót á tjánum hans Moisa. Nú þurfa Dyer menn að fæta bara með öllu sem þeir hafa til að halda sig í þessum leik. Þeir eru að keppa móti megagreeps og það mikið af spell sem að koma á það núna eftir 80 sekundur þegar kjúklingurinn spawnar aftur. Hvaða item? Hann ekki með mattan lengur. Endakallinn bara að henda mattanu sínu. Já, hann hendi mattanu, hann ætla að kaupa Swiftbling, hann komið með Aghanims og Shardið, búinn að borða það. Hann bara eftir að kaupa Moonshard. Það eina buffið sem hann getur fengið, en hann basically að gera mjög mikið skada. Hann kaupir Moonshardið. Komið Swiftblingið. Áður ekki buyback. Þetta rosalega frammistaðan á þessari dró. Ertu að tala bara, þú veist, þeir ekki að ná honum með neinu. Já, það nóg sem þeir hafa til þess að ná honum. En það kistla á Radiant. Finna endakallinn, hann að blinka út. Dr. Death hérna, hann á lampa, hann lampa út. Hann röpsarar, kullar góðan við byggja á björnum. Hann á allt í, en hann ekki endakallinum. Palli mætir inn með Ravage, hittir ekki marga, hann að hexa S-inn, komið mætir inn, Kulli refreshar, á allt aftur, nær öllinu en deyr, endakallin nær honum, Chromium lifir, fuglinn buybackar, Dr. Death aftur, þeir eru 3 á Radiant, það 1 buyback í búði á, nei 3 á Dyer, 1 buyback í viðbúti í búði á Radiant. Endakallinn stendur fyrir þrónan þróminn, hann stendur á felli með þessu building. Þeir ná að hexa Nixin kemst ekki inn í dótið. Þeir góða inn, nei þeir ekki Ravage, ná niður fuglinu. Trummy að deyja, Trummy dauður. Trummy dauður án buybacks, fuglinu dauður án buybacks líka, Nix buybackar, það eru megagreepsin í basinu, þeir þurfa að díla við þetta einhvern veginn. Það boots travels á öllum nema endakallinum, hann svo eini sem ekki með boots. Tide þarf að vera hérna bara inn í basinu og halda þessu, hann þarf eiginlega bara að köpa sér Battle Fury til að drepa sér creeps. Það eru 2 katapult að lemja þrónið sem hann vill alls ekki. Hann að gera ansmikið skada með þessum desolautu sinum. Hann
hann er fullfærum að halda í tróni, bara ef hann er að halda grípunum á eftir sér. Chromium er að hlaupa niður miðuna, hann með 10 Jelly er að gera góða. Jelly er að kötta grípuð, hann er með Gemma bounty en hann sér hann ekki, hann er að fogga vel. Það er engin creepwave í boði. Moisa er líka kötta, þeir eru að standa sér mjög vel í að denæja þeim þessu pussi. Endakarlinn sér enga leið til að komast inn í óvinni besi. Þeir verða að finna Moisuna eða Jelly. Moisa típjar aftur eftir að senda rætunar. Þeir næja ekki hins vegar til að drepa þetta, hann ná allt í refresher, hann getur allt að creepa við þegar það er hjá trjánum og stoppa þetta þannig. Við þurfum að verja þetta creepið mjög vel. Chromium er hérna að tanka megagreepin til að reyna að bjarga litlu creepinu sinum. Þeir eru að ná að verja þetta á wave eins og Moisan situr niður aðra rætur. Fortify, þeir verða að finna þessa menn, þeir verða að finna Moisuna eða bjarga, helst báða. Það er lítill tíma eftir, þeir eru að fara að vera 5 eftir smá. Það er spurning hvort þeir reynir bara að fara inn í base og fæta. Nú kemur fyrsta rótin, hann refreshar ekki, hann á refreshin inni, það eru nokkuð creeps inn í basinu, þeir geta byrjað að lemja þrónið. Þeir finna moldina, Chromium byrjar að lemja moldina. Endakarlinn komin í base, hann byrjar að hamra moldinni en hún er að júlsa sig. Hann er frá stöndana eftir að PKB henni út. Endakarlinn ítir sig burtu, hann er out of range. Krúmi góður inn, hann er með ulti, hann nær góðu ulti og hexi á Endakarlinn. Er hann að fara að ná meira, nær Endakarlinn að pörna með ykkur. Hann er búinn að nota lifestealið sitt. Húsa inn í base, hann er að ná lifestealið, hann á buyback. Það þarf að buybacka hljópa húsa Trump að koma inn. Trump er að hakka liðið hans. 3 döðir á buybacks. Bara Titan sem buyback. Er Endakarlinn fór að gera eitthvað til að törna þessu. Það er góðan, hann er hexaður. Trump í góðan, hann er döður. Trump í rampage. Þetta er GG 2-0 fyrir Moldguffunum. Þvílíkur leikur. Það er rosalegu leikur og sko sjátt á þetta Endakarlinn fyrir að hafa samt haldið þetta svona lengi. Já, sko bara Jesus Christ, hann hérna hlýtur að já, er bara hérna virkilega vel spilað og já, mjög leiðilegt að tapa þessum leik eftir þetta performance sko, en bara það er alltaf eitthvað sem er súr eftir svona langan leik sko. Sko, það sem að Bjarki gerði á Mix Assassin hérna í síðusta korterið, það var svona svipað og Biggi í leik 1 fannst mér sko. Bara Einmitt. Já, hann köttaði hann creepuð í lokin og var já, og bara líka bara í fætunum í hann lifði af þarna inn í beisinu þegar hann delayjaði alltaf við alltaf liðið sitt Einmitt. og bara annoyan sitt. Fyrir alla sko, öllu skipti sem hann var caught out þannig í byrjuninni þá bara meikaði hann upp fyrir það og meira til sko með þessum late game plays. Það verður bara, já, hann má alveg eiga það sko. Og svona það má ekki gleyma þessum Moisa Trian sko, hann er ekkert, þetta er ógeðslega leðurinn sko. Já. Hann kremur því svo mikið sko, allt þetta map control. Akkurat, þetta er rosalega leikur og bara, já, og þú veist, þetta er svona, sko, þetta er svona einhvers konar upset sko í rauninni að hérna, að Moldguffunir taka hérna 2-0 á móti Hafliðinu sem eru held ég 3. hæstu í brackets eins og ég ætla að bara fletta þessu upp og koma sér þá í ansi góða stöðu sko fyrir já, ég ætla að bara fletta þessu upp hérna. Þeir eru vantilega komin í ansi ágæta stöðu núna sko og þeir hérna, já. Þannig að Hafliði fær 1 stig, er það komin upp í 4 stig, með jafnmörg stig og gæti mjög átt á Cozy Boys, en Moldguffunir eru komin upp í 3 og eru þá, já, þeir eru tætt með í rauninni, tætt með mínu liði upp á 3. sætið, eða 4. sætið í, já, í bracketinum sem er þá, sem sagt, það verður líklega cut-off pointið fyrir efri og neðri divisionuna. Menn er byrjun grafið. Grafið, já, ég skal alveg verða við því. Já, þetta segir sannarlega sögu leiksins ágætlega svona.
upp og niður. En grafið segir að þeir, já, jú, þeir taka hana, það er, win probability fer haflega megin, sko, hana í late gameinu, eitthvað tíma milli 60-70 mínúna. Já, það er þegar að þeir eru að fara hægandi þarna og síðan er þessi törnað þegar þeir dynæja húsinu. Einmitt. Já, Jættið er að góða bánansa þegar við vildu fá grafið, sko. já, einmitt, ég hérna að skoða eitthvað annað. Það er komið graf, ég er aðeins eftir að graf. Ég benda tjattan á að þeir þurfa bara að lesa leikinn betur og þekkja grafið en það er augljóst hvernig það var. Ef þeir hefðu fylgst með. Já, þetta var geggjaður leikur, sko. Hérna, já, ég veit ekki alveg. Nei, ég er farin að sofa. Já, Takk fyrir einmitt, bara takk kærlega fyrir að vera með mér í þessari veislu, þetta var Þetta var gaman. worth það, sko. Heyrðu, við heyrumst. Já. Góða nótt. Gerum það. Bæjó. Já, og þannig það verða svona svolítið loka orðin hérna. Það bara eru, nú fólk er ennþá að senda mér messages graf að ég streama þess mikið eftir á, en þetta er komið. Því ég lifi bara í fortíðinni. Hérna. En já, það eru leikir á morgun og vonandi bara eitthvað helgina og ég bara hlakka til að sjá ykkur öll þar. Takk fyrir og góða nótt.